Já, verið þá velkomin aftur í ljósleiðaradeildina. Það ég, Siggi Steipa, og með mér í kvöld verður Leo Sogu, engin annar en Deathkick sjálfur. Þetta fjórða umferðin hjá okkur núna í ljósleiðaradeildinni og við vorum á þriðjudaginn með leikinn, það var, langar mig að segja, Þór á móti. Það hitt stóra lið. Ég fór allt og fram á mér. Það voru ekki að segja KBJ, nei, það var Dusty. Dusty kvöld, KBJ, skiptir ekki máli. Ég horfði mér svo líka. Ég horfði líka á leikinn, já. Þetta eitthvað, þetta bara datt. Nei, en allavega, Leo Sogu með mér í kvöld, blessaður. Það var dreigð út the big guns fyrir þessa útsendingu. Ég að segja það, sko. Ég baði eitthvað stóran, sko, en ekki 3 metra háan. Já, eins og seinast. Það var miskilið stóran og háan, sko. Þetta var nefnilega frekar slæmt að því kamera var pönuð á hans hæð og alltaf þegar fór yfir því þá sást ekki í þig. Þetta var þú meina það. Þetta bara En nei, ég ákvað ekki að taka kassan út, sko, en geggjað, þetta allavega. Við erum með leikinn í kvöld, Hyper á móti Dusty, og þetta sko á pappír þá þetta Dusty leikur augljóslega. Við vorum að tala Þetta nefnilega spurningamerkisleikur að hluta til, að því Hyper mjög svona sérstakt lið að því leiti að þeir spila svona ákveðna típa á Counter-Strike og mjög bunker-heavy lið, slow playa, mjög og bara bunker-sides. Og ef þú mætir þeim ekki rétt þá getur lent í vandræðum. En ég mynda mér samt á móti lið eins og Dusty sem eru mjög svona fjölbreyttir í hvernig þeir geta mætt fólki. Þeir eru með nokkra gíra, geta verið ótrúlega aggressiv eða þá náttúrulega líka bara að fara tilbaka í hans hægara play. Þá held ég að, já, það sé rétt í það. Dusty ætti að taka þetta en ég ætla ekki að útiloka Hyperina. Þeir geta verið mjög erfiðir og þeir unnu náttúrulega veka í umferð 2 akkurat með þessu approach. Það sem eru bara, veka var ekki með svörin og voru ekki að mæta þeim nóga hart og lenti þá bara í vandræðum. Eins og nefndir einmitt áðan að þeir hafa þetta slow play faktor sem getur verið óþolandi fyrir sum lið. En aftur á móti eins og sagði líka, Dusty þeir eru með meira í vopnabúrinu sínu bara fyrir þeim ástæðum að þeir eru bara búin að spila það lengi saman. Þeir eru með háan standard á sér sem Dusty leikmenn og það ekki hægt að segja saman Hyper, en auðvitað, Þetta mjög svipaður kjarni og hefur verið, held ég, hjá Hyper. Þeir eru kannski svona búin að vera að henda einum leikmanni hér og þar, sko, en þetta búin að vera Kiro og Snowy og einhverjir hérna í svolítinn tíma, sko, kunna á hvernig annan og kunna á CS. Þeir eru alveg góðir CS leikmenn, sko. Ég held að það gæti alveg verið einhverju leik eitt mapp sem gæti alveg orðið vel close, sko, ef að Hyper finnur gírinn sem þeir vilja vera í, sko. Já, kannski snemmt að segja prediction. Ég ætla að henda því út. Við erum náttúrulega eftir að fá að kynna liðin. Ég ætla samt að henda snemma prediction og það, sko, mér finnst persónulega, ég fíla ekki að setja prediction út og ég alltaf að vonast eftir einhverju uppsetti og bara sem svona frá viewer standpoint, sko. En ég sagði áðan við strákana að ég ætlaði bara að henda út balls í 2-0 fyrir Hyper. 2-0 Hyper, já. Ég mjög samfærður eins og heyrir. Já, ég myndi nú kannski gefa þig eitthvað chance. Þetta ekki útilokað 2-0. Þetta þarf að vera mjög margar stjörnur í réttri línu fyrir 2-0 vinn. Ef það væri að koma að vinna þá væri það 100% 2-1 í það minnsta. En ég hendi 2-0 Dusty. Örglega svona 13-4 eitt mappið og hitt gæti orðalið 13-8, 13-9, sko. Já, ég sá það einmitt hjá Dusty, þeir spiluðu náttúrulega núna á Skjálta, þá voru þeir á sviðinu og þeir spiluðu á móti, var það ekki Sögu, close leikur. Það nefnilega það, Saga, close leikur, en við sáum akkurat þar eins og nefndir. Saga tekur þá í 16-14 overtime í Nuuk, minnir mig rétt, og þetta var slagið sem þeir þurftu að hafa fyrir, sko. Þetta var ekki auðveldur leikur, en svo kom næsta mapp og það var rosalega mikið bara svona 13-6, minnir mig. Sem ekki verið Inferno í kjölfarið og það var mjög sem gæði sem elskar the underdogs. Það var ekki fínu félagar hérna í Dusty og það alltaf bara þegar ykkur á toppnum, þá vill maður alltaf sjá eitthvað svona aðeins sláða niður, sko. En Inferno leikurinn það örugglega mjög erfitt fyrir Sögu að horfa tilbaka á hana leik. Að þetta var, þú veist, þau voru 8-1 yfir. Já, alveg rétt. Í Inferno. Og hérna var það ekki í Terra alveg örugglega, hvort það verið City, ég man ekki hvort það var. En þegar leikurinn svona nálgast endan, þá finnur maður fyrir, sko, það sem gerði muninn var bara hversu oftast því hefur verið í final. Já. Að því
það voru fullt af mistökum sem Saga var að gera sem var að kosta þá leikinn. Það var alveg svona ránd hér eftir, þú veist, það var eitthvað ránd þar sem ADHD reynda fyrir planti þegar 5 á lífi og ADHD eftir þetta annar ránd líka þar sem að hann hleypur í greifjar þegar róteitið á að vera löngu komið og hann á að vita að vera komið en hann reynir bara að drækrossa skilur og er tekinn og maður bara svona, það voru nokkur svona ránd sem hefðu gert munin, en þetta hefur verið jitters, fattur við. Já. Komnir í final, við erum alveg með þetta, við erum alveg að ná þessu skilur, þetta að gerast, fattur við, og peppast, eða þú veist, og detta þannig út sem er náttúrulega mjög leiðilegt. Þessi Saga var klárlega eiginlega með leikinn í vasan. Þeir voru bara á svo góðu svona rythma eitthvað, þú sást það bara út frá fyrsta mappi, þeir tóku viðtal við ADHD, Krissa, og maður sá það bara á svipnum á honum, ég meina, hann var með bandir eitthvað, bara 30 kalla að taka eitthvað að stráka, en þú veist, þetta var samt sko, þetta var svo gott svona leið til að fara með þetta yfir í næstu möpp sem átti eftir að gerast. Það voru bara með strákar, við unnum Dusty, í best of one, við unnum þá. Við eigum heilt mapp í viðbót sem að, ég segi ekki má fara í ruslið, en gerði það, mátti fara og þeir komust alla leið í Inferno. Algjörlega. Þar snýst þetta einmitt, þar ertu komin í einmitt, þar sem að Dusty eru reyndari og þarna fara mistökin að koma á yfirborðið. Af því að þú ert komin svo langt inn í leik og það er bara þannig með pressun, almennt einhvern veginn Það er misjafnt hvernig fólk tekur hana og líka sem það reynslan, en ekki það söguleikmenn eru alveg full reyndir leikmenn. Ég held að þetta hafi mögulega kannski verið bara af því þetta var Dusty og þeir eru ef við vinnum að það verður svo geggjað skilur og þá koma þessi misplay út og sem bara ekki vont að horfa á. Það er vel að fara nægast. Þú líka heyrir, þú kannski gerir eitthvað eitt misplay. Já. Svo heyrir pandar svona hinum með einu öskra. Já, ég var hérna sko, ég var bara að horfa á leikinn, ég bara nei drengir, ekki svona. Já. Ég vildi að ég hefði getað séð hann live en ég sá hann bara hérna í stúdíónu frá okkur en þú varst á staðnum. Ég var á staðnum. Þetta hefur verið hendurnar með andliti í höndunum sko. Þetta tók á mig. Ég held að við séum komið liðin allavega til að kynna, það er þá fyrst til okkar, hvað er það? Eitthvað lið? Bara geða okkur Hyper til að byrja með. Við þekkjum náttúrulega Dusty strákana, en þú vorst að nefna það. Dr. Kiro og var það ekki Snowy, þetta er það sem að hafa verið. Þeir eru búin að vera svona kjarnin á þessu liði í ykkur tíma, sko. Frábæra leikmenn líka báðir tveir. Snowy hefur komið mikið óvart. Ég er náttúrulega bara komið tilbaka í sinna og það var bara í janúar á þessu ári, þannig að ég fæ svona að endurkynnast öllum og sjá hvar fólk stendur og það komir óvart. Snowy bara virkilega frábær aimer og frekar tactical spilari og síðan Dr. Kiro er bara svona hann er mjög konsistent leikmaður. Þú sér hann mjög sjaldan bara eitthvað 3-15, eða fattur við. Hann er yfirleitt alltaf að gera það sem hann á að gera eða meira. Og það er þægilegast að vera með hann í leikmenn í liðinu að því ef allir verður sem hann þá myndur vinna alla leiki. Eða fattur við. Þú skilar alltaf það sem þú átt að skila, en þú veist að það er... Það raunverulega er ekki allar stöður sem að bjóða kannski upp á það. Algjörlega ekki. Þú ert að spila náttúrulega Angkor á hinum endunum, eins og í Ancient A-Angkor eða Nuke B-rampur eða eitthvað þannig. Þetta eru bara pósur sem eru lítið keyrt á og þá ertu yfirleitt heppinn og hann er double digit. Akkurat, það er bara þannig. Það er, eins og segir, það er bara raunverulega þá kemst maður ekki alltaf, en það er alltaf gott að hafa eitt svona sökkul á bakviði og... Já, hvort það sé ekki bara IGL-in líka, ég myndi halda það, en... Ég vildi að vera að spyrja rétta mann, en... Nei, ég er svona nokkuð viss það, hann er líka svo gamall og fróður, nei. Það er svoleiðis, hann tekur það alltaf með sig heim. Ninja Dog mann ég eftir á, ég kalla APL-i, sagði þetta við þig, það er bara svona íslenska FPL-i, en ég sundar alltaf leikmennina frá því þeir sem að hafa byrjað að spila sem lið frá bara byrjun og svo eru svona leikmenn sem að bara, ég er góður í þessum leik og sína sig þannig fyrst í einmitt gegnum Faceit að hér er Íslendingur sem að stendur sig vel, eigum að testa þennan mann. Já, það notaði yfirleitt bara ílóið sem svona, ertu virði tíma minn. Þetta er svona, hann er 3K íló og það veit enginn hver þetta er og þá svona prófum að spila með honum og þá kannski sérðu eitthvað meira, sko. En ég meina mann eftir að það var, ég meina svo Dusty þegar þeir stofnuðu fyrsta akademíi, þá voru þeir einmitt að taka upp leikmenn sem voru ekkert endilega prúfin. Ég meina Pandas held ég byrjaði svona, hann var að vísu búinn að spila eitthvað, en hann var einn af þessum háu á EPL-unum manni vel, sko. Já, algjörlega. Drólið Sukk og Snowy, eitthvað meira þessa leikmenn, eða er... Í rauninni ekki, þetta er allt bara mjög færir CS-spilarar, svona helsta star poweri væri líklega þessi gegnum Snowy
og síðan Dr. Kiro er nummer 2 myndi ég halda, það væri svona mikilvægastu leikmennir í liðinu, allavega minni reynslu. Hinn samt alveg mjög góði leikmenn líka, þannig að bara á þeim að sýna okkur hvað þeir geta. Er Vappi í þessu liði einhverja sænt eða? Ég man ekki hver Vappin er, ekki eitthvað sem ég hef svona áberandi tekið eftir, sko. Hvort Snow eða Kiro? Ja, kannski bara ekkert eitthvað. Ég bara get ekki eins og sagt þér, ég held að Kiro alveg 100% sé ekki Vappin í liðinu. Nei. Þetta er svona ræflur típan, sko. Já, svona slash. En ég væri svo sem ekki til í að veða eitthvað húsinu minn upp á það, sko. Nei, við komumst bara að því í leik, en við getum að fara yfir í Dusty. Dusty þekki við meira eins og ég var að nefna hérna. Það er Ravle, ekki Ravli, fyrir ekki Ravle, ég hitti hann á landinu. Dabbe, Tony, Pandas og Pistol Peter, frábært. Serðu það? Já. Þú er eftir að skrifa á húna. Það er myndavél verið að koma aftur yfir okkur, fyrir við síðan yfir á skjáinn. Hann lét þarna... Ég verð að sýna það var beint hérna á húna, fekk Peterinn til að undirrita. Er það hérna meina hérna? Það er hinum minn, þannig að vinstra minn. Þarna. Peter X. Bonk. En Pistol Pete, hún fannst það svona... Merkilegt reyndur að hafa byggðið Peter með einu dráður en ekki mig, það er eiginlega bara... Við verðum að tala betri CS-leikmann. Sko, ég sagði Pistol Pete fyrir ástæðu, sko. Það er eitthvað þegar Pistol kviknar, og ég ætla bara að segja þetta núna, alla leiki sem ég hef lýst frá honum, það er eitthvað sem kviknar í honum þegar hann fær Pistol. En hann er leikmaður sem ég nefni svona, þú vorst að tala Kiro sem svona rock solid player. Peter minnir mig á einn af þessum leikmönnum sem spilar eins heima á sér og á lani. Og ég meina rock solid þannig. Já, hann er eiginlega límið í Dusty. Hann er með svo mikið impact, þannig að þú getur alveg hort á leikmenn sem eru konstantli að toppfaraka eða eiga svona þannig leiki. En málið með Peter hann er með svo ótrúlega mikið impact í leikjum að það er auðvelt að spila með honum. Hann býr til svo mikla pressu, veit hvenær hann á að pusha, veit hvenær hann á ekki að gera það. Hann er góður að lesa leikinn frekar vel. Og út frá þessari pressu sem hann setur, þá opnast tækifæri annars staðar á kortinu. Og þá geta hinir leikmennirnir nota það. Og við tókum náttúrulega bara eftir því þegar þeir voru að spila með án Peter í hvort það var á móti Nista eða eitthvað. Og þeir voru bara tæpir. Þeir voru að spila með Sveittur hafi verið standinn og það var einn annar leikmaður sem vantaði líka hjá Dusty og það sýnir líka bara, ef þú ert að taka Peter út og eitthvað annan og ert að skipta þeim inn fyrir aðra gæði sem eru bara mjög hátt íló og performance er svona mikill munur, sýnir bara hversu öflugur leikmenn þeir eru og hversu mikilvægir eru fyrir liðið sig. Algjörlega, og það er fyrir utan að nefna Ravle og Panda sem eru nú þegar bara deadly duo, myndi ég að segja. Já, við erum svona leikmennir sem ég horfi yfirleitt mest á sem mikilvægasti leikmennir eru Peter, Tony, Ravle náttúrulega á vappanum, frábæran á endriðunum og eins og tókst eftir á móti söguleiknum þá er hann svona gæinn í CT sem að sér að fá pikkinn. Hann skilst mér líka inn game leader. Já. Ég held að hann er mjög mikilvægur fyrir þetta lið og á vappanum og bara mjög flottur vappi og algjörlega bara topp vappi á landinu og síðan ertu náttúrulega bara með Tony sem er bara svona mest complete síðspilari á landinu. Frábæri CT, frábæri terg, geggjaðar ankor. Hann er í rauninni ekkert með henni þannig sé augljósa veikleika sem leikmaður. Hann er bara mjög solid. Það er ástæða fyrir að maður sér hann alltaf aftur í toppliðunum. Já, það vilja allir spila með hann. Þetta er bara svo góðu leikmaður. Algjörlega. En við erum allavega tilbúið með Vító, við fáum það hérna fyrir framan okkur. Og ert þú eitthvað með hugmynd á hvernig map Vítói gæti endað? Ég gerir náttúrulega ráð fyrir því að Dusty vilji train. Það munu örugglega reyna að komast þangað. Ég var að hugsa þetta. Það er spurning náttúrulega hvort að þeir banni bara train Hyper og vita náttúrulega að þeir eiga kannski endilega erindi í það mappa móti liði eins og Dusty, sko. Ég held að það væri ekkert vitlaust sem fyrsta bann hjá Hyper, en hvort þeir gera það ekki annar mál. En mig grunar ef að train ekki bannað, þá verður þetta líklega sko train gæti enda í Inferno. Við erum alltaf að búa að banna Mirage og Overpass fyrir framan okkur. Það er hérna á skjánum ef þú það er komið hérna. Hrindir í Legion-tölunni aðeins framar. Þetta er banna Mirage, sem er ekkert vitlaust pikk banna á móti Dusty líka. Hörðu, ég fíla instant picki á Hyper og einungis fyrir þeirra ástæðu að ég horfi á þá sem minna lið. Nei, kemur heldur ekkert óvart að þeir hafi akkurat valið síðan í kjölfarið Dusty train. Það er bara, þeir eru frábærir í train og maður ætti helst ekkert að leyfa þeim að fara á þangað, en kannski er Hyper bara það confident í traina að þeir haldi ekki getur lokað á það, sko. Nú, já. Ancient, hvað finnst þér það? Mér finnst það að vera svo puggy map. Það er puggy map, sem er líklegast ástæðin yfir að Hyper, þeir eru góðir í Ancient og þetta er puggy. Þá
halda er kannski að það sé leiðin til að vinna. Það er að minnsta kosti góð byrjun, en svo endar þetta á Inferno sem einhvern veginn alltaf loka staðurinn. Þetta er áhugavert að Inferno Hyper eru mjög góðir í Inferno. Þeir eru með mjög solid svona bunker playstyle í Inferno sem getur erfitt að vinna gegn. Sérstaklega í þessu mappi. Já, og þá er þetta nefnilega, þú veist, Dusty eru meiri svona, þú veist, þeir eru gæðir sem vilja fá fætana early og vinna þá, en það þarftu actually að executa inn ef þú ætlar að fá eitthvað. Og Hyper eru frábærir í því að fara bara three-way crossfire og þú ert að labba inn bara í the firing squad. Þannig að góður að stilla sér upp. Algjörlega, en við akkurat, 2-3 allavega rétt hjá mér, Train Inferno. Já, en það er eitt sem að ég horfa á Inferno, það er kannski fullt snemmt að tala það, við veitum ekki einu svona hvort við förum þangað í kvöld, en það kemur aftur á móti nákvæmlega eins og skjálfta, pressan í lokin. Pressa, og þarna ertu komin svo langt inn í leik og ekki bara það heldur við erum að gjörbreyta hvernig playstil við erum að spila. Nú er þetta bara grenur, nades, það er endalaust að því og bara mappið spilast allt öðru. Þetta er rosalega mikið að slást baðana kontrólið og já, en ég fíla þetta eins og við fáum allavega brawl til að byrja með. Algjörlega. Train finnst mér samt vera það fullsnemmt að ég myndi ekki hvort sem að ég sé Dusty og tel mig vera það góðan að ég bara myndi aldrei halda að ég væri búinn að vita allt mappið. Nei, þetta er bara mjög erfitt mapp. Þetta er örugglega eitt erfiðasta mappi til að spila í dag út af það er bara mjög erfitt að í rauninni sækja í mappinu, í terr. Og þú þarft að vera með hlutina bara algjörlega á hreinu og sama í shit hér. Þú veist, það þurfa allir að vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera og hver þeir eru að halda og hvernig þeir eru að bregðast við ákveðnu information. Svolítið eins og í Nuke, það sem að þú veist, rotating þurfa að vera fullkomin ef að þetta ætlar að ganga upp og ef að það er eitthvað smá gat, það er bara mappið að fara að hrynja. Akkurat. Og þetta er þannig mapp, sko. Og þú getur einmitt núna rosalega mikið að sé fólk breyta ströttunum mid-round. En talandum mid-round þá erum við í því núna, það er Dusty á móti Hyper. Við sjáum Dusty spila á CT hliðinu og taka hérna á móti 5 leikmönnum. Tony með þristinn til að byrja með. Við erum ekki enda búin að finna hann. Og Peter sækir síðan seinustu 2. Þetta var stutt og laggott. Já, þetta var frekar bara djarft, verði ég að segja, frá Hyper. Þetta var bara eitthvað, við ætlum bara að dræra þessa rampin hérna og vona að við tökum þetta, sko. Það varst það líka rosalega mikið bara svona, sko, eins og menn var að halda í öxlinu á hvort öðrum, bara einhvern veginn, það var einhvern veginn ekkert. Það var, hvað heitir þetta þarna, kongalest? Já, það var kongalestin akkurat. Hún kom bara þarna upp og var bara tekin í bakriði, sko. Hvað er Peter? En round 2, þeir kaupa ekkert með þessu, þannig að við ættum örugglega að sjá bara eitthvað nokkuð stutt. Ég meina, þú vonast eftir engu öðru en bara að planta bombinu núna eða ekki? Ef þú ert heppinn. Þetta eru bara glokkur, sko. Það er ekki einu sinni tekka eða diglur, sko. En þú hefur það, þú getur rauðist framan á, já, ég meina, spilað fleirtöluna, en það virkaði ekki í pistolinu. Nær það virka hér. Peter allavega nær ekki að koma sér fyrir á A-inu og Tony ekki að hitta það. En ok, Pandas, þeir voru tilbúinir í þetta að svara þessu, en það sást þarna, leiðin var inn á A, þetta snerist allt að reyna að fella fyrsta eða 2 leikmenn og vera á undan rotationu til að ná bombinu mögulega. Já, það er náttúrulega eiginlega ekki hægt að móti liðins og Dusty að taka 5 blokkur og ná planti, sko. Þetta er akkurat það sem að maður sér með Dusty og munin á kannski öðrum liðum, að þeir eru bara svo vel pússaðir þegar kemur að þessu. Við erum með einhverja tæknilega örlega en það síndist mér, nei, ok, þetta er kannski að koma aftur. Já, ekkert veginn. Fljótur að redda þessu strákuðir hérna. En Tony hérna í glokkuballi heiðir 20 kúlum á kopp, þannig er ekki að þetta er ekki líka honum, en ég meina. Þetta er samt alveg líka svona að maður er búinn að missa sprayið og svona maður er eiginlega bara búinn að það besta. Já, akkurat. Nei, við veitum ekki, kannski er bara Tony búinn að missa það. Já, í dag var dagurinn. Það gerðist bara í dag. Já, bara í dag, sko. Við skildum það nátti ammali í gær og allt er farið í vaskin eftir það. Þú í crossfire hérna í cave, náttúrulega bara gott move hjá hérna Dusty, báð með MP9, close range, frábært. Líka, þú veist, ekkert oft það sem maður vill endilega sækja með AK inn í cave á móti hérna MP9, sko. Nei, close range bardagi og... Nei, þú vilti vel eitt fara í lengri bardagi, sko. Þar sem þú ert með alveg klárt svona advantage. Og 3 leikmenn eftir núna og lítið sem þeir geta kert eitthvað vonast eftir einhverju en það er að vita sem núna Snói eiginlega í drullinu núna Áhugavert að Snói hafi samt tekið bara skátinn.
Hann keypti ekki pistlu, hann átti alveg pinning fyrir afkváðið, ekki? Það hlýtur að vera. Já. Tekkan ekki spuruð, þannig að... Já. En Kiro komur á kortið hérna. Tony sæll og rólegur og þetta já, bara hann að vera pollrólegur, lætur infóið fljúa, hann ekkert endilega að sækjast í bardaðan, veit betur en að reyna að spreyja og Dr. Kiro afsakið. Hann eins og 1-4, hann nú kominn inn á sætið en bara að reyna að leita af einhverju, hann fær ekki neitt. Bomban ekki svona? Nei, þeir eru með hana. Jú, það hlaut að vera. En líka svo gaman að fylgjast undir á Dusty að þegar þú horfir á það í setji þá eru þeir alltaf með eitthvað play í gangi. Þetta aldrei full default. Þetta ekki bara default. Nei, þeir eru yfirleitt alltaf með eitthvað hugmynd hvernig þeir vilja taka hvert round og sem þeir yfirleitt alltaf mismunandi, sko. Þannig liðir sem eru á móti þarf rosa mikið að vera á tánum til að mæta því, sko. Já, það virkar ekki bara að skrifa stati endilega á blaði fyrir roundið því að Dusty ekki endilega í sömu possum og þú lærið heima. Nei, þeir eru yfirleitt ekkert endilega full defaulta, sko. Það mjög sniðugt að approacha Dusty, sérstaklega þeir geta komist upp með það. Seinast round voru þeir, tveir í cave, einn inn á B-nu, núna einn inn í cave. Fóruð reynda að taka myndina, reynda tók hann ekki alveg. Ég straujar þetta Dusty kemst ekki lengra inn. Peter ennþá að vera klettur. Tekkurnar ekki að... mætir inn þarna! Og drepir bara af Rafli og Rafli tengi líka. Þetta græðgin að tala þarna, sko. Þetta græðgin. Þetta opnaðist samt sem aður. Þeir eru núna bara 2-3 og þeir hafa heilt mapp og 1 mínútu og 20 sekundur. En það samt búið að loka að þeim að aftar. Tony ekki að drífa sig í þetta rotate en hann veit að hann eina rotatið. Núna þarf hann eiginlega bara að hanga, getur valla komið með í þetta. En þetta eru 2 hérna og þetta nei. Kiro, Ninja nær honum og mig grunar að hann viti að hann sé væntanlega bakmegin, væntanlega vita núna. Einu skrifa undan, bomban mun fara niður og það minnstakosti Láni Ólóni, Rándi leit ekki vel út frá Hyper til að byrja með. Þar til Rafli mætti. Líka, hann að koma akkurat í donut og hann búinn að smóka það út og greinilega bara með hugmynda, hann ætlar að lappa í gegn. Þetta er hugrekki en ennþá veit ekki. Hann að fara að stikka. Jú, hann stikkar 100% og hann ekki með línun á hann. Nei, þetta var óheppilegt. En gullfallegt approach á Tony, hann spilaði þetta bara mjög vel og þarna kemur einmitt reynslan inn. Hann lappar ekki inn smókin, hann veit að þetta hættulegt en þetta gefur honum engan séns á að vera tilbúinn. Nei, þetta plant svo vont fyrir Terrana, sko. Hann tók cornerplanti á CT. Þorði ekki að... Tony getur gert, hann getur smókað og deffa fyrir aftan kassan. Þannig ef að gæinn einhvers staðar annars staðar en CT, þá hann aldrei með línu og ef hann á CT og hann veit að hann ekki close, þá þarf hann að hlaupa, skilur, og þá veit Tony allt og hann þarf að finna hann, þannig að 5 sekundur eru bara meira en nóg til að klára. Ef eitthvað var plantið betra fyrir Tony 100%. Heldur en 100% og hann átti að vita líka að hann hafði allan tíman til að bara gera opið plant, sko. Sérstaklega með donutsmokkuna. En það náttúrulega auðvitað að vera vitur eftir á, en svo tilraun hins vegar hjá Hyper. Þeir voru þetta minnaði litið þetta rándfæri þeirra megin. Og við erum ennþá bara 4 rándum inn í leik. Þetta fyrsta almennilega kaupið núna hjá Hyper. Þeir voru á spari í síðasta rándi, enduðu í ágættri stöðu, en byrjar ekki vel fyrir þá. Búin að missa 90 rándina. Virkilega góð grunn að lendi samt. Þú lendir á. Jú, 56 damage hana. Það var bara að kekja það. Ítir einn að taka mót á bínu núna. Snókurinn komin út, ætlaði að fara fyrir framan hann. Sýnist það. Taka sér sinn. Ítir ætlar ekki að láta þetta sleppa alveg frítt. Nei, með 11 í líf hins vegar ætlar hann að fyrir píki. Úf! Hann fer í píki með 11 í líf. Þetta vel gert fyrir Peter. Þetta var djarft og borgaði sig klálega. Nú snói einn eftir og eiginlega bara... Smókur. Ég held að hann myndi bara ekki vilja neitt annað en að það væri minna en 35 sekundur eftir. Það ekkert að fara að gerast hjá honum nema að hann sé bara að spara vappan. Hann þarf vel að gera það með 11 í líf og ekkert hægt að gera í þessi rándi lengur. Ekkert gáfulegt allavega. Það ólíklegt og hann veit að við vitum það. Hann ætlar að láta þessar 20 sekundur, tala bara niður. Algjörlega. En hvað, svona, ef við horfum yfir, bara eins og, ég minna, við erum náttúrulega bara 5 ránd inn núna, en hvað myndir þú segja vanti hjá Hyper? Hvað þurfa þeir að gera til að brjóta vörnina á Dusty? Sko, ef ég væri að kalla fyrir Hyper, þá myndi ég líklegast nýða til að vera nær hvor öðrum.
Þeir eru, þú veist, þú vilt ekkert spila individual trades á móti liði eins og Dusty, sko. Af því þú þarft að vera með betri leikmenn. Eða fattaru. Ef þú ætlar að fara í individual trades þá þarft að vera með betri leikmenn. Og það bara ekkert mörg lið á landinu sem getur verið með betri leikmenn en Dusty núna. Hvað það 8. seed, skilur. Þannig að ef þeir alltaf koma sér inn í þetta þá verða þeir eiginlega helst að vera, þú veist, 4 saman, spila upp á trade-in, executa saman og hinn einn off að lurka og vera með leiðindi og læti. Þannig að það fá ekki bara full rotated yfir, skilur. En þeir þurfa held ég bara að vera aðeins nær, af því þetta eins og staðinu núna þá eru þeir að komast upp með að missa einn og aldrei ná trade-inu. Og þetta annað hættulegt, ég meina hann spara vappen yfir, jú, það gótt, en hvað gerir þú sem Hyper? Kaupir alveg niður með þessu eða ætlar að spara á móti út af því að... Það verður líklega bara hitju vappi og tekkur, sko. En það versta að, ég meina þeir eru ekki konum með eitt einasta ránd á borði og þeir eru strax að horfa á economy núna. Er leikurinn að fara á hratt á undan þeim eða eru þeir að... Ég meina þeir þurfa að fara að koma sér á borð mjög fljótlega því annars erum við örugglega að fara að sjá smá brotin móral og þetta bara sigla líklegast í bara 10-2 helming, sko. Eða jafnvel meira, sko. En þannig að því fyrr sem Hyper kemur sér á borði því betra, sko. Þeir þurfa að fá eitthvað pínu svona confidence boost hérna. Hvort að þetta verður hrattránd eða hægt ránd. Líklegast hægt. Er það ekki? Bara til að geta spara hann. Ég ætla að spurja einmitt út af því að við sjáum eins og 3 tekkur. Það kannski frekar verið að horfa á þegar það kemur opnun og það góð tæk. Já, algjörlega. Það ekki? Jú, þetta væri líklega, sko, 2 leiðir til að spila þetta bara sló allir dreifiður og vona einhver íti og vona að vappin fái push eða þá að labba allir með vappunum og ef vappin fær pick, sprengja, taka sætið. Og fá byssuna alltaf sem þú drafst líka. Og það, já, einmitt. Drólið að vísu líka með digluna, hann getur verið svona plan B, hvort sem að vappin fari á A eða B, en já, hann ennþá líka með svona one shot, headshot, long range. Já. En þeir dreifa sér allavega eitthvað hér á milli, það Drjóli og Snowy, Drjóli og Ninja hérna A megin, allir hinir hallast að leininni eða Laugaveginum. Það er athyglisvert að Dusty ekki að spila þetta svona metaliðina sem að þeir fara 3 miðjuna að taka leini. Þeir eru rosa lítið að vinna með það. Þetta athyglisvert. Þetta svona, kannski virkar þetta bara betur fyrir þá. En það svona, flestir eru í dag svona að reyna akkurat að vinna með þetta mid to lane control, sko. Getur verið að bara þeir vilja eiga það inni? Já, eða þá þeir viti bara að þeir séu að spila móti Hyper og vil ekki gefa þeim það. Þú veist, Hyper náttúrulega svona lið sem spilar yfirleitt mjög hægt í byrjun og þú getur bara verið að lenda í, þú veist, bara einhverju holdi, skilur. Þeir eru bara, við þurfum þess ekkert. Við bara spilum bara aftarlega og reynið að koma inn ef þið getið. Þarna kemur einmitt annað sjónarhorn. Kannski það bara eitthvað sem að þeir eru að hugsa next level bara. Hyper voru búin að plana þetta, en planið þannig, það þið farið inn á B og Peter þar nógu sterkur. Snowy og Dr. Kiro fá hérna sikkort fraggið og bombuna niður. 2-2 núna. Algjörlega. Og Rafli bara situr hérna í smóknum, labba með bara P250. Herru, eitt skaða, andar fljótur að treyta hana. Það einum. Blóðskot í Rafli. Setur til 6-0. 6-0. Þetta var góð tilraun. Þeir fara allir hana saman á að treyta og bara slétt treyt 2-2 í lokin. Bara eiginlega það sem Hyper þarf að gera og bara vona síðan að þessi ránd lendi 5-1, sko. Algjörlega. Það var engar byssur þarna hjá Hyper, nema bara vappin. Já, nema vappin, þannig að það hefði svo sem alveg geta farið Hyper megin hefði þetta verið, já, fullt gunn. Í rauninni hefði þetta örugglega farið Hyper megin hefði hann náðu að taka Rafli áður en hann krossaði inn í keifinn, sko. Hann bara náði ekki að klára hann og þá náttúrulega kemur og tekur að panta sann í bakið og þá verður þetta strax aðeins erfiðara. En þetta nógu erfitt fyrir þá nú þegar 6-0 og þeir þurfa eiginlega bara að fara, þetta þeirra marktengt á Hyper, sko, þetta ekki góð byrjun. En nú erum við að sjá fullt gunn ránd en það ekki fullt HP þarna. Nei, þetta alvöru til þarna. Já, gullfallegt menna með að við skaðan sem þetta að skila. Og Peter ákveður að fara í gegnum smókin, Bólsi, eiginlega dyrka það en kostar þarna, sökkar einu skrefi á undan. Nú þurfa Dusty menn að fara aðeins að huga að því að spila aftar eða koma með eitthvað play. Dabbi sér rauða og meðan Rafli, hann sér allt B-sætið. Hægt rólega fikra sér bara áfram og er ekkert held ég endilega bara ákveða hvað þeir vilja gera. Ég held þessi bara bíða eftir að Dusty gera eitthvað mistök hérna. Anders Tóni að sækja sér info hérna og þetta mjög heroic-esk eitthvað play og svo fara þeir tilbaka, komni með jafna tölu beggja megin núna og svona eru kannski slakari. Kiro að fara að vera líkileikmaður í þessu rondi. Hann komin í rauða og ef hann nær þessum þrist þarna
Ef hann nær honum, ef hann nær Dabbe, þá erum við með eitthvað. Hann er samt ekkert að hreyfa sig eins og er. Nei. Frekar kannski passífur. Heyri rótið, það er kannski bara seint. Þeir vita af honum. Já. Og meira sér búin að spotta núna, það liggur allt á Drjóla og Ninja Dog, en þeir báðir eru ennþá lifandi ásætt. Aftur, ekki aftur í gegnum smókin! Ó, þetta er svo vont. Ég verði eiginlega að gefa Rafli það að það er ekkert eðlilega, það þarf ekkert eðlilega mikið kjark bara til að setja vappa niður og bara labba út klósa móti tveimur, sko. Af því annarkvort hann að gefa rándið eða ekki, sko. Þetta er bara geggjamúf og bara borga þessi algjörlega. Allt sem Krissi Hati getur gert, get ég gert. Já, hann er búin að gera þetta bara nokkur ránd í röð. Já, nefnilega. Bara, og þetta borgaði sig þarna, saman með Tony í klötsinu. Já. Voðalega, er þetta ekki approach sem að Dusty hafa almennt verið að gera? Ég held að flestir eru svona eiginlega með þá upplifun að smókur er vekkur. Já, og þetta er góðu skaðan hjá Kiro. Já, vá. Hann ætlaði bara að keyra í þetta. Og hann veit að það hefur verið mikill skaði og þeir vilja... Grena getur verið góð. Það er mjög góð. Já. Kiro nær Tony, bara einn eftir inn á aðeinu, 3 gegnum 70 núna. Ég er ekki ennþá búin að finna hann á Amey. Jú, ná honum. En það rugglaði allt og mikið í mönnunum. Pítur og Dabbi komið með slikka frakki núna. Bara það út. Rafli með tekkuna aftur. Og aftur. Eitt rándi viðbót. Sko, þessi ránd eru tæp. Virkar ekki eins og 8-0? Nei, ég get ekki sagt það. Þessi ránd eru svona, vissulega eru Dusty að spila þetta mjög vel. Já. En rándin einhvern veginn svona, mér líður alltaf eins og svona hársbreytt. Það er alltaf svona eitt lítið sem að er að íta þessu yfir Dusty megin, sko. Ég veit það. En sem er samt, þetta litla er bara Dusty að gera eitthvað play sem að telst ekkert undir eðlilegum kringumstæðum eðlilegt. Nei, og svoleiðis. Þú veist, þessi smoke push hérna hjá þeim og hann eru high risk, high reward play og þeir eru að gera þau aftur og alltaf að fá rewardið, sko. Algjörlega, og bara þeir veit að mjög vel fyrir þá, Pítur, hann einhvern veginn svona hálfkommittari spreið, einhvern veginn, en... Nei, ná tveimur, með línuna. Hann kom inn hérna með, já, hann fæði bara beint keiflínuna. Og situr í henni. Nói er bara að fara lengra, hittir ekki. Takkar fantas eða ekki, jú. Það komir aftur í 2-2 hérna. Snói kominn allavega yfir í vappan núna, betra vopn. Rappa hérna yfir. Smókar þetta af. En síðan hvenær hafa smókarnir virkað, það hefur ekki stoppað Dusty hingað til, þeir allavega komið svo niður í 1v1 og Tony hata það ekkert. Nei, og Kiro bara búinn að gana yfir, Tony er ekki alveg búinn að fatta að það sé í gangi núna, Kiro heldur það hins vegar að Tony sé búinn að fatta, allar að kötta rót þetta af, en Tony er bara slakur. Ennþá meira núna líka út af því að Tony hefur enga ástæð til að drífa sig þegar hann heyri bombun ekki fara niður núna, þannig að hann hefur bara betri ástæð til að hanga í kringu bíðið. Nei, þetta er að fara að vera vont fyrir Kiro að því Tony er varla búinn að hreyfa sig, hann er að fara að planta og Tony er að fara að vera bara komin í cave áður en... Já, hann fattar þetta. Hann fattar þetta, þannig að þetta er... Hann er ekki að koma sér neitt minna advantage með því að ekki hlaupa á A. Hann heyri þetta og hann steppar, ég held að hann búist ekki við Tony svona snemma í cave, nipp. Nei, akkurat, Tony bara, þetta var súrt, við höfum allir outplaya okkur sjálfa. Þetta er líka svo, þú veist, ég skil af hverju Kiro myndi spila þetta. Ég líka. Því málið er að þú veist, þetta er alveg rétt play, ef að Tony veit hann er rótita, þá er þetta alveg góð hugmynd, en málið er að Tony heyrði ekki í honum. Þannig að hann heldur ennþá, er hann með bombuna, er hann ekki með bombuna, er hann hérna ykkur staðar, hann þarf að leita af honum og ef hann plantar á þá bara fer ég að teka það, skilur við. En síðan að því tíminn er búin að líða svo lengi þá veit hann hvað er í gangi. Það er eitthvað, sko, og þó að bomban hefði farið niður á endanum, ég meina, hann missir ekkert meiri tíma af bombunni með því að vera ennþá á B-inu. Nei, leipur bara yfir og þú veist, þetta var bara, vægast sagt, bara vel lesið hjá Tony, sérstaklega í lokin þegar hann fattar að það er ekki búið að planta á þessum 15 sekundur sem hann er ekki búinn að finna hann, þá er hann bara eitthvað, hann væri kominn aftur örugglega. Þetta lítur astnalega út fyrir ykkur sem er að horfa heim og sjá allt X-rayð, en hugmyndin er alveg góð hjá Kiro.
sérstaklega líka hann fer þar sem þú köttar rótiti af sko. Ég meina það er ekkit hann vill heyra hann hlaupa, það er máli, hann vill heyra hann hlaupa niður fyrir aftan og grípa hann í hlaupinu sko, og er bara mjög gott play sko, ef að það hefði gerst það gerist ekki Nei, 9-0 allavega er búið að gerast og það stefnir í 10 nema þetta er Gunround núna á Hyper, þeir eiga hellingu tuldi en þeir eiga ekki mikið eftir í playbókinu sem getur ekki verið. Það er bara, þeir eru búin að prófa svo mikið núna. Þeir hafa verið tæpir, en það dugur ekki á móti liðið. Þetta eru, hvað er ekki, þriðja, kannski fjórða 1v1 sem þeir eru að tapa. Nefnilega. Það held ég, þannig að þú veist, þetta er, þú veist, miðað við að Dusty er búin að vinna 9-0, horfða banka þeir eru ekkert pening, þannig að endilega að segja alla söguna sko. Þeir eru konum með 2 núna, 5 á móti 3 eru Dusty eða voru Dusty. Rafli væntanlega fyrir bara byggt í línun aftur. Nei, líka bara... Þetta var tæft á að vera kolla. Þetta er ekki, það var ekki kolla. Hann sækir seinna killið þar á eftir og Tony núna í 1v1. En þá kemur fyrsta. Hero siglir þetta fyrsta round Hyper og við erum örgulega bara að tala að bankinn hjá Dusty er bara ekkert góður sko. Nei, veistu, ok, þeir geta alveg minna sótt sér þetta núna minnstakosti 1 round í kjölfarið. Þeir þurfa samt að ná því og sannfærdi, meira sannfærdi heldur en við vorum að sjá. Ráli var næstu því búinn að taka roundið tilbaka. Þetta var, já, algjörlega bara frábært flikk hérna númer 2, gæinn komið close hann að vinstra megin og hann nær hann samt. Það er ekkert margir leikmenn sem hefði hitt þessu skoti. Nei, nei. Varstu flikki á Krissa í Dust 2, ADHD? Nei. Á þriðjudaginn? Ég misti af Dust 2 leiknum. Það er klippa einhver staðar á netinu að þessu. Hann tók eitt af þessu flikkum þar sem hann þurfti að horfa í kamerun eftir á sko. Já, þetta var svona neckbreaker flick. Já, eiginlega sko. Mér var illt í hálsinum sko. En þeir eru búin að missa 1 núna hjá Hyper strax sko, það eiginlega búið ekki gott. Hún er líka að vera klettur hérna, búin að sækja sér 2 pandas með 5-7, 500 kall, þarf ekki meira. Ninja Dog núna 1 eftir á 3. Hann hefur mínútu en hann hefur ekki leikmenn til að styðja við sig. Nei, akkurat. Staðan bara 10-1 og hvað voru að tala 10-2, jafnvel verra. Miðað við svona flæðið á leiknum, hvernig þetta var að fara. Þetta er ekki gott og ég meina, sko, þó við erum eftir að fara yfir í City hliðina á Hyper að þá eiga Dusty eftir hliðina sem að þeir ættu á pappír að vera meira pussaðir í. Algjörlega og hérna með bara góð entry frækjara líka, en það er bara spurning sko hversu alvarlega þeir ætla að taka þessu. Það er oft þannig að þau eru komin í 10-1, 11-2 og bara hlaupum bara æð eða fattur og gæti lendi í ykkur svona smá brekku, kannski lendi í 13-4 eða eitthvað, eða þá bara tekið þessu bara alvarlega og loka þessu bara, sem er kannski betra þegar þú ert að spila í deildinni, bara ekki sína of mörg ground, taktu bara eitthvað gott execute, klára þetta af og þá sér fólk ekkert hvernig þú ert að spila. Einmitt, og hérna en það fer aftur yfir það, þú nefndir áðan að Hyper, þeir eru rosalega góður að spila hægan leik, ekki það að þeir fá endilega stjórna rytmanum núna í rándinu, eða við sjáum til, en þeir að minnstakosti, hérna, eða þegar við förum yfir í City-hliðina, þar að segja, sjá þeir að minnstakosti geta spila þetta crossfire eins og talaðir um. Algjörlega, og líka þú veist, það sem þú sem bara munur á hvernig Vega spilaði mótið þeim og hvernig Dusty er að spila mótið þeim, er að Vega var að mæta þeim rosalega mikið, sem City, og Dusty fattaði bara strax, við þurfum ekki að gera. Nei. Við bara tökum það í crossfire-um og executunum og það er það sem þú þarft að gera mótið liðs og Hyper. Ef þú ætlar að mæta þeim sem City, þá gætur þú lent í vandræðum. Og bara ekki spila þeirra leik er svolítið sagan á móti Dusty. Sagan á móti Dusty. Á móti sagan á móti þess að Hyper sé. Hyper, einmitt. Kairo, hann er, já, síðasta línan í fyrri sögu helmingnum, ég veit ekki hvert ég ætlaði með þetta, en allavega ekki mikið sem að geta gert hérna, hann er 1 með mínútu eftir og já, þetta er eiginlega bara... Hann virðist bara að vera sultuslagur á myndavélinni. Þarf eiginlega bara að vera það líka, þú veist, hvað getur þú gert núna? Bara að chilla hér, hann er með bombuna, hann er að... Vita þeir að hann sé City megin, af því að það er nú verið að halda, nei það er ekki eins og verið að halda rauða. Jú, mér sýnist það Rafli... Frá miðjunni, jú. Já, ef Rafli er ekki með rampinn þá vita er hann þarna sko. Já, þetta er sennilega fyrirfram lesið núna ættan að mögulega að þeim killið gerir það, þetta er allavega góð opnin og hann meiri sig að fer ekki hratt út frá þessu. Þannig að... Það er lífsætt að bóti 3 núna, þetta er orðið að brekku núna sko. Jú, Pítur ætti að kóla það líka, það er enginn á bíinu og
já, þeir ættu þá að fara að huga miðjunni eða ættu að gera það. Hleypur þeir heyri í honum núna, veit ekki hvort hann búist Alltaf við Tony. honum á CT. Tóni, býtu, hann missir á hann, Tóni. Nei, hann heyri í honum núna, dreipur hann í plantinu væntanlega. Það var heimur. Það var heimur. Ég hélt reyndar að smókurinn myndi cover hann aðeins betur. Þetta var ekki góður smókur fyrir þér. En þetta var allavega góður helmingur hjá Hyper, segi ég. Frábært one-tappi á Tóni líka sástu. Alveg, sko. En þá kemur þessi seinni helmingur og spurning hvort að... En núna eða aldrei allavega. Þú hefur ekkert annað. En sko þetta hvað segir þú við leikmennina þína á háu leveli ef að þú ert núna in-game leader á Hyper? Þú veist, er þið að fara á bara... Er það að fara á 100%, ég meina væntanlega, en er það að fara... Nei, ég myndi segja bara, herru, við erum á TV-strákar. Við erum ekki að fara að tapa 13-1. Ég fíla það. Það var það sem við myndi segja. Ég fíla það. We're going out with a bang, sko. Ég fíla það. Og það er ekki hægt að slökkva eldinn, sko. Sjáum allavega til, það er búið að slökkva smá eldina í súkast. Fantast aðeins að loka á þetta. Þetta er bara að vera komnir í Survivor og hann er bara að slökkva kindlum þarna. Þetta er bara, ok. Hero með einn eins og þar. Veit hins vegar, jú, núna Pandas. Pandas ekki hann á tengja nærunur loksins þarna með 3. Ok, bomba finnur. Matti á aðeins að 2 í cave á B. Þetta er búið spil. Þetta er búið. Já. Þetta round allavega er algjörlega ekki hægt að snúa við. Pandas að fara að fá aceið hérna. Næri ekki að klára það. Hann var peppaður í. Það stáðst á honum. Hann var komið hristingin áður en að aceið var komið. En þú mátt það þarna. Þarna máttu overextenda. Roundið er búið hvort sem þið haldið eitthvað öðru. En þá er roundið búið. Þetta er 12. roundið og map point fyrir Dusty. Ég meina, ef þú horfir á, þú veist, 13-1 leik, þá ímynda maður sér akkurat bara gjörsamlegt þeir átt ekki erindi í leikinn. Nei. En ef þú horfir samt að við erum búin að horfa á leikinn og sjá roundinn og þetta voru type round og leikurinn hefði mjög auðveldlega geta verið 13, þú veist, 7 leikur eða eitthvað hannig. Ef að einhver af þessum 1v1 klötsum hefði lent Hyper með og brotið bankan þeirra og mögulega aðeins ná að keyra þetta áfram, sko. Þegar við erum ennþá í 8-0 fyrir Dusty, þá er samt hausin ennþá uppi á Hyper-möllu. En ég get ekki sagt að staðma núna. Rafleik kom með tvist hérna, Kairo, hann fær 1, en það er eina sem að verður af því byssunar eru bara ekki nógu sterkar með kaupin þeirra og Dusty eru búinir að velta sér yfir á aðeð. 4 leikmenn þar eftir og með bara, já, nokkuð rock solid setting. Sjá nýja uppdætti á skópnum eða? Sjá hálfskópin? Ég er búinn að lesa það, ég er ekki búinn að sjá það. Það breytir. Já, hann er núna sem sagt, hann var með kross bara, skilur, þú ætlar að miða hann inn á krossin, en núna er ekki komin lítill hringur inn í miðjunni. Horfðu, þegar hann skópar. Ég sá það, já, þegar hann fókusar. Þegar hann fókusar, horfðu, sérðu. Það er komin svona rauður kross og hringur utan. Bittu. Það var heimur, en já. Tóni eitthvað leikur sér hérna inni með hnífinn sinn. Vola. Hann er að hóta honum ef hann kemur alltaf inn. Tóni, já. 13-1. Þetta var, bara frábærlega spilað hjá Dusty og góð tilraun svo sem hjá Hyper í mörgum af þessum rándum. Þú veist, þetta var bara... Já. Fór svo sem, þú veist, byrja á 1-0 er svo sem það sem að flestir voru að búast við, þannig ekkert hægt að... Þetta fór þess að átt að fara kannski. Ekki 13-1 endilega. Nei, nefnilega. En sko, 1-0 yfir er kannski það sem er svona eðlilega niðurstaðan. Staðan kemur svo sem ekkert á óvart en það súra er að þetta var map-pickið hjá Hyper og ég held að sé ekki bara við sem áhorfendur sem er alltaf finnst þetta súrt, þeim finnst það líka. Þeir vita að þeir gátu gert miklu betur í þessu Dusty eða ekki. Algjörlega. En leikurinn einhvern veginn bara fór úr höndunum á þeim. Já, bara allt og mörg 1v1 sem að töpuðust. Það var bara þannig. Þeir voru með gott erindi í mörgum rándum og gekk bara ekki upp. Nei, einmitt. En þeir voru hins vegar svo sem alveg að ná að halda í gunfightin hér og þar inn á milli, sko, þegar þeir loksins byrjuðu að spila saman, sko, sem gerði svona eiginlega í seinni part leiksins, þar sem þeir byrjuðu svona að vera aðeins þéttari og fara í treytin og þá byrjuðu rándun svolítið að gerast. Fyrstu 5 voru eiginlega bara, það var ekkert að frétta. Nei, þeir fengu ekki opnunar, þeir fengu allavega sætin núna, en þá áttu eftir að díla við retake-ið hjá Dusty. Algjörlega, og kannski bara flott hjá Hyper að lesa það þannig að þeir þurfi að hópa saman og þá byrjuðu hlutir að gerast en ekki nóg endilega kannski til að vinna rándinn, en þeir áttuðu sig að lága þessu, en þá ertu
búin að vera að mata Dusty hérna kill á fullu og confidence bara í þakinu skilur og þú þarf bara að hlaupa í einhverja maskínur sko. Þú veist, það bara staðan sko. En næsta map, það verður train og það er map ekki á Dusty, hvað þarf Hyper að gera núna? Erum við bara að fara að koma að staði? Ertu með eitthvað? Sko, ég væri til að sjá þá og vinna með allavega í terhelmingnum, þeir eru væntanlega að fara að byrja í ter að vinna bara með það sama, vera bara að hópa sér saman, ekki vera að fara endilega í þessu individual trade á móti liðið eins og Dusty, reyna bara að spila trade-in, vera saman, eitt lurker kannski, þú veist, alltaf að reyna að fara út frá trade-unum eins og þeir voru að gera þetta í steinni parturum í Ancient í ter og þá getum við séð allavega aðeins jafnari leik heldur en núna sko. Eitthvað MVP sem að þið dettur í hug? Örugglega Rafli. Það ekki bara? Jú, út frá nokkur smoke play sem að björguðu rondánum þarna sem hefðu farið Hyper main. Þannig við vorum að tala um impact-wise var það örugglega Rafli. Peter var að fá sín kill frekar early ef hann var númer 2 MVP í Ancient. En frökkinn hans voru komið frekar early og hann var að skila sínu en bara mikilvægu tímapunktarnir og lágu eiginlega allir Rafli main. Impactinu voru náttúrulega og líka bara hvort sem hann tók bara þátt í retake-inu en hann var retake. Hann var retake, klálega og bara bjargaði hvort það hafi verið 3 round þarna eða eitthvað með einhverjum crazy frekar svona smoke pushum þarna og þú veist algjörlega þannig ég held að það held ég ekki þetta deilum það að Rafli átti þennan leik klálega. Við erum það og við ætlum að taka stutta pásu áður en við förum í train og sjáum hvort að Hyper CS geta gert eitthvað að fara á móti Dusty, ekki fara of langt. Já, hann kerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að draga. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, ABL-T27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Flott 2 mánuðir. Flott á, takk það. Já, bye. Come on!
Já, velkomin aftur þá, já, við vorum að koma úr einum mjög, ég ætla ekki að segja heitum leik í Ancient, en Frekar það var ákveðin. einhliða. Já, það var ákveðin. Það er erfitt að segja að 13-1 sé ekki einhliða. Já, það ekki. Það er mjög einhliða. Ég næði ekkert að ljúga útsendingunni Nei, þarna, sko. það var bara mjög sannfærandi sigur hjá Dusty og spiluðu þetta vel og Það- áttu það svo sem skilið með hvernig þessi ránd voru að fara. Svo. Algjörlega. Þeir komu ekkert á óvart, sko, með hvernig þeir spiluðu rándið, Nei. eða leikinn, þeir spiluðu bara svo Dusty gera, en Hyper voru aðeins undir væntingum og þó svo að þeir séu ekki með hæðsta síti, heldur séu röglega læðsta sítið í deildinni. Þeir eru áttunda, þeir eru Er það áttunda ekki, sít, jú? jú, þeir eru Þannig að- áttunda sít, en ég meina þeir eru unnið samt annað sít. Það vekur spurningu, Já, 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 það já, já, vekur- já, það já. vekur spurningu hvað gerðist þar. Á ég að spyrja þig, hvað gerðist? Herru, veistu hvað gerðist? Hvað gerðist? Death Cake var ekki á serverunum. Og það er svo... Ég var ekki að spila, það gleymist að ég hefur farið í Diablo 2 eins og Paladin, ég er með svona leadership ára. Það er bara allir upphífast Já, og eru þú bara meinar. að spila geggjaðan leik, þannig að Ég vildi að ég vissi Diablo-referensið, en ég Nei. veit hvað orð. já, þetta er það, ég er með svona ringi kringum mig og glampa og allir bara hífast upp og bara spila miklu betri leik. Það er eitthvað sem að Hyper kannski þurfa. Þeir eru með krónin á logonsu. Þeir eru með, að mínum að mér finnst logoð þeirra gegn. Þetta er auðvitað bara arguably eitt flottasta logo sem Er það er ekki? deildinni núna. Veistu hvað þetta logo minnir mig á? Eitthvað svona romverst, Eitthvað sem að ég hef aldrei séð þegar ég er að opna kassa. gullið. Já, þetta er svolítið það Ég hef gull. unboxað einn Já, það. af svona, mér langar ekki að segja 1000. Mér langar ekki að segja það, en við grunar það sem komið langlega en að þangað, sko. Já, ok. Ég er heppinn inn í CS en óheppinn í menjúinu. Það er- Þá veist hvað við. Þú ert ekki svo einu sem segir það. Ég fekk líka að heyra þetta frá Simma, Já. þínum liðsmanni. Það hefur verið bara fakt að ég er örugglega einn heppnasti CS-leikmaður á landinu og það er örugglega ekkert margir sem toppa það, en það er eina heppni mín er öll bara einblínt í það og síðan í lífinu er ég bara einu óheppnasta manneskja í heimi, þannig að einhvers staðar verði ég að taka út þessa heppni. Það er bara... Kannski verður heppnin með Hyper það að þú sért hérna með okkur og kannski verður eitthvað sem að þeir sína okkur í train. Algjörlega, sem ég að var ég getur til verið að þessi. ef að Hyper tekur train, Sko- ég skal taka backflip. Nei, Þið heyrðu það hér fyrst, backflip, það er komið Ok. eitthvað skrifað niður. ég þarf svona En- 10 dínur, sko, ég hef aldrei gert backflip á heiminni. En við erum alltaf komnir inn í leik og það er train. Ég meina, train, þú getur treinað þig fyrir backflipið eins og við ætlum að treina okkur hérna fyrir þriðja maður. Þetta er alvöru pönn, maður. Er það ekki? Jú. En allavega förum við áfram og það er þannig að Hyper byrja að setja megin. Þetta reyndar kemur smá... Æja, þetta er train pickið, sorry, þannig að væntalega valdi Hyper helming. Jú, Þannig að þeir fara alltaf í CT. En ég meina að það verðist ekkit breyta miklu hérna í byrjun. Þeir eru komin með 2 pick hérna hjá Dusty og komnir eða bara allir inn á bíð frá A-inu, sýndist mér. ég horfði á litin og rugglaðist. En já, það var eitthvað annað rugglaði. En já, rétt, þeir eru komnir inn á bíð, með bíð, Komnir B-planti fór þarna eitthvað, Ivy backline post sýndist mér og bara svona eiginlega sópuðu vörninni frekar samfærandi. 1-0 fyrir Dusty hérna og spurning hvort við sjáum eitthvað núna, hvort þetta verður bara auspur í vörninni. þetta eru við tveir. Já, hænurnar. Er ég massaðir að hennan? Er þess að vinstra minn? Já, þú ert alltaf ekki sem er hárið, sko. Damn! Ég veit ekki hvernig ég á að taka þessu. Þú stiltir þessu upp, maður. Herru, ég ætla að láta mig hverfa hérna, takk fyrir í dag, krakkar, ég er farin heim. En já, ég held að Hyper, ég veit ekki, Hyper, sko, þetta var gott, maður. Þetta var gott. Ég er lengi að jafnum að þennan bruna, sko. Það var alltaf góð neitt að það, sástu það? Já. Ég knúsaði hérna bak við skjá. Já, Fyrirgefðu, ég meinti þetta ekki.
Það er líka farið hjá mér, en þetta round farið hjá Hyper, Dusty að segja tvisti sinn núna. Það bara þannig. Það bara þannig. 2-0 komið hérna hjá Dusty, fyrsta bæránd, væntanlega detta í hús hjá Hyper. Já. Og sjáum hvernig það ætlar að taka við því. Þetta náttúrulega mökkur, hann ekki alveg búið sér ykkur hröðu. Spurning hvert farið með hann, við þykir kannski ólíklegt að Dusty ætla að hjóla bara beint út tvisti með mökkurnar, en við gætum sé B-Rush eða Ivy. Hyper, afsakið train mappið nú þó að sé nýtt í mappúlunum, þetta samt gamalt mapp. Og ég meina Hyper kunnalega að spila train mappið, þó svo að A-ið hefur breyst aðeins og ég meina þú ert núna með pop, maður hefur heyrt pop long en þetta verður bara pop dog alltaf fyrir okkur. Nei, þetta svona nokkuð líka það sem ég grunaði, þau eru bara að fara inn í þetta. Þetta svona, en bara Hyper ekki að lesa, þú veist. Greinlega ekki endilega meðvitaður hvað vopn þeir eru að spila á móti. Þeir geta útilokað ákveðin play eiginlega út frá vopnunum. Þú ert ekki að fara að sjá Mac 10 mæta úti að því þú ert bara með ekkert distance advantage, skilur við. Og þá eiginlega bara 20 sekúndur greina, þetta B inni eða þá Ivy-in. Kannski ekki nú vel stöðvað hjá Hyper með utility, hefði náttúrulega getað nýtt molla og eitthvað svoleiðis betur. En Drjóli reynir að gera sitt besta úr þessu, ég menna voru ekki langt frá því en Dusty enda á toppnum með, samtals ekki einu svona 40 hestöfl. Nei, og líka bara, þú veist, Hyper kannski, ég vil ekki nefna endilega neikvæðir hérna, en þú veist, það var ekkert að frétta úti. Nei. Og þú horfir á þetta, hann var hann einn að spila close á fjarkanum nær einum, en hvar er rotate-ið? Nákvæmlega. Það vantar venjulega ertu með rotate-gæðin frá tengi og ef þetta ekki bara komið út á fyrstu 5-10 þá ertu eiginlega búin að rotate honum nær inni. En þarna var rotate-ið, þau voru komnir inn á sæti og rotate-ið var ekki eins og ennþá komið út á tenginu. Sko. Þannig að það er lítið sem að þetta verið Ninja Dog, það getur ekkert gert mikið meira þarna en að ná einum og bara falla. Núna allavega sér hann alla og ég meina Kólið komið en svo þetta skiptið hann með þeim. Róbosa ná hann 4. Herðu, wow! Og ekki bara það, þeir eru búinir að stilla sig upp. Kairo átti alltaf að vera varamaður, hann var ekki búinn að sýna sig neitt fyrr en núna, en þeir eru líka komnir með rondið, nema Rafley nái að gera eitthvað stórt úr þessu. Þeir eru samt komnir með núna 3 ár. Alveg 2 AKR og 1 M4, þannig að þetta er orðið svolítið erfitt ránd fyrir Rafley líka því bomban liggur þarna í fjarkanum. Þetta er ekki auðveld pósa til að lappa út þegar allir eru að halda þér. Ó nei, en hann vilur allavega réttustu pósuna. Það er only one fight en Kairo í þetta skipti tekur það af honum og sækir fyrsta rándið sitt snemma í seríunum núna. Vel gert hjá Hyper og erum vonandi þá núna peppaðir í þetta. Halda þessu áfram, siglinn fleiri rándum. Bankinn hins vegar hjá Dusty bara freka góður. Já. Við erum alveg að tala jafnvel að tappa næsta rándi þá ég er líklegast pening fyrir 1 kaup í viðbót. Þannig að Hyper þarf að bara lokka vel inn hérna ná þessum 2 rándum og eiga bara gott erindi í leikinn. Sýnist líka Peter stilla sig upp fyrir vappakaup, handa Rafley hérna. Nei, við erum bara að fara sér hjólið hérna. Þeir ætla bara að keyra inni. Ninja Dog, aftur rotated hægt. Og þetta er full commit, þeir henda mollunum aftur fyrir sig og þeir bara fara alla leiðin. Það var alltaf planið frá byrjun til enda. Ninja Dog núna í drullinni, búið að samloka hann og já, þetta er þeir fara inn og þegar heppnast hjá þeim, þeir komast núna 3 í þetta retake strax. Þessi molli var góður ef að þeir hefðu annarkort farið 1 í gegn eða engin, en þeir fara allir í gegn og það verður til að þeir geta unnið rándið því að þeir gefa ekki Dusty heiðurinn á að splitta þeim í sundur. Geggja retake. Þetta var alveg bara frábært retake hjá Hyper. Þú veist, já, akkurat við sammeðlega sama og ég held að Dusty sé bara meðvitaður þetta. Að það er bara 1 inni. Það er ekki dropheit. Það er ekki, og það er ekki hægt að halda þessari pósu 1. Ef þú ert að fara að fá execute þarna inn og öll flössin í andliti og allt hannig, þú ert heppinn að ná einum og deyja í rauninni. Og nú er bara spurning hvort að Hyper fara að fatta að þeir eru byrjar að lesa það en hann er bara 1 hana. Þú getur alveg farið bara að sjá fleiri B-rándin. Viltu ekki spila 2 á B? Nei, þú vilt ekki spila að því það er mjög erfitt að halda úti. En það er bara erfitt í byrjun fyrstu 15 sekúndum. Þegar þeir geta pushað. Já, þegar þú ert búin að koma smókunum fyrir, þú ert búin að molla og búin að hægja á initial pushinu, þá getur þú bara smókað af og þá þarfst ekki meira en 3. En þegar það er allt komið, þá viltu þú hafa fleiri, allavega 1 nær konnektorinn, hann getur haldið 5-munni sérstaklega eða eitthvað svoleiðis. En núna allavega ætlaði að reyna úti, Dusty komir hérna bara í samlöku eiginlega nálægt þetta.
Panda sló hérna. Búin að spotta í bássun á honum. Nei, en þeir eru komið close. Snowy, flott skot, hann tekur raflega. 3 og 2. Peter meðvitaður, hann veit alveg hvað að frétta þarna. Snowy líka veit betur bara. Nei, ég ætla ekki að taka sensin á þessu. Nei! Þetta gerðist. Og líka á bombuplanturinn, ok. Rándið er nú... Nei, það er ekki búið. Báðir low. Hann er með erindi í þetta. Peter gæti getið þennan. Nei, ekki nógu nálagt. Býstu honum nær, ég pínu fíla greinina, en Peter ákveður... Hvort að Ninja Dog isolati þennan fight hérna sem hann er að gera... Nei, snýr sér við akkurat að versta tíma og tímasetting Peter í hæginn þarna. Já, þetta var eiginlega galið ramp frá Snowy. Já. Nær hann að raflega, tekur sér bara eitthvað jumping no-scope hérna í gegnum smókin og hélt þessu næstu á lífi. Þetta var bara mjög nálagt og staðan 2-4 eða 4-2. Það getur verið döður strax út af Peter, en hann er svona, ég ætla ekki að... Nei, þetta var, já, tæft ránd, en allavega aftur kaup á móti kaupi hérna. 2-4 er staðan og menn eru kannski aðeins rólegir núna hjá Hyper, allavega meira Hyper. Það er hérna eitthvað í boði fyrir þá í þessari seríu þó svo að þeir séu búin að missa sinn mann strax, en rándið er ekki farið á fullt ennþá. Róast aðeins niður hérna. Það er bara dabbið hann stendur hérna bara utan og lætur rigna flössum hérna á nokkra sekundar fresti. Kiro, það er alveg stauraði sukkana, nær ekki að tengja neitt. Þá er þetta á Kiro. Það er að gera eitthvað hérna, Drjóli fellur, Kiro, Ninja Dog. Kiro rótaði bara hringinn fyrir backlane. Og greina. Lendi mér svo upp að lestinni. Beint undir löppanum. Býttu hann hittir lag? Já. Tekur hann aðeins niður. Og Dabbi grunar að hann sé að fara langt í línuna. Dingar hann samt. Erfið staða núna fyrir Dóttur Kæra, menn er kitt en hann hefur engan tíma og... Nei. Eiginlega bara enga árs. Þóra sér í hausnum hérna. Hvernig missum við rándið? Strákarnir. Viljum ekki að fara eitthvað frekar í tala um hárinn á þessum? Nei. Það er hana kamur á mér. Þú mátti eiginlega bara fara af þessari senu. Leið mér aðeins að jafna mig. Þú ert með svona kollar líka þarna. Ég sagði svolítið með train mappi. Ég horfi svolítið á íslensku sönuna til að átta mig á því hver er munurinn á nýja traininu og gamla traininu. Og það ég sé það ekkert endilega og horfir á mappið sjálft. En það fyrsta sem ég tek eftir er að nú erum við að tala um það er ein lest þetta frend og það er fyrir 3 á aðeinu. Og er það að skipta svo miklu máli með pushinu? Sko, úti er bara aðeins opnara kannski, eða þú veist, þetta voru 3 lestir hana aftast, skilur back in the day allavega, voru bara og síðan einarna frama. Núna er svona einhvern veginn búið að reyna að gera þetta aðeins með tactical, hann að fætin úti, það er búið að gera þetta auðveldara fyrir terran að komast út. Þannig að þú þarft að vera með rétt util, af því ef util er ekki rétt sem CT þá ertu eiginlega bara, Snowy! Þá ertu ekki að fara að komast út, sko. Og það er það sem gerir þetta mapp svona erfitt og þau eru allir að vera mjög meðvitaðir um akkurat hvernig þú átt að vera util að taka móti, sko. Það hitti skotin hann að rétt ára hann að fjalla, það var einhver, subtick, ef maður má segja það. En það sem er að koma mér eiginlega óvart er að mér líður eins og Dusty er ekkert gera neitt merkilegt. Nei, þeir eru svolítið bara að keyra. Já, þetta er bara svona að þeir fara, labba og segja hann bara hentu flössum núna og við kíkjum með þessum flössum. Þetta er þannig faktist ekkert eitthvað mjög flókin execute eða neitt þannig og það er líka bara spurning hvort það sé bara sparaði ef að þeir eru með ykkur. Alveg eins og í Inside Dawn, þeir þurftu bara ekkert að gera neitt svakalegt. Nei, stundum er það bara þannig, það er bara betra að vera ekkert að sína of mikið endilega ef að þeir kannski þurfa þess ekki, þeir finna það flæði bara frekar snemma hvort að það þarf eða ekki. Þurftu bara 2 ránd. Já. Bara pistol og force. Algjörlega. Hann kom með twist control hérna suk, sér engan, gefur það hins vegar. Virðist alltaf að keyra hérna í Ninja Dog hérna sem komið reynda með cover núna frá Kiro. 2 að fara að taka móti hérna 3. Greina, góð greina, þeir alltaf hins vegar að keyra í gegnum smókin.
Pandas hann til í bakið, já, akkurat, það sem ég grunaði Kíró. Nær ekki að kofvera hann þarna, en nær hins vegar treytin á Pandas. Það var gegnum smókið. Veist það? Fær hann í andlitið, nær hann hinum! Nei! Hann líka bara, hann heldur í hausin á sér, hann tæpur, en hann er þakka fyrir það, raflega snöggur að skipta yfir úr fyrsta skoti. Nei, líka ef hann nær setninga hérna bara, þá var Peter að koma úr tenginu, sko, það er bara allt og langt í burtu, ekki plantað. Þannig að þetta var óheppilegt, þannig að það er ekki alveg að tengja nægilega vel þarna. En staða núna, 7-2 fyrir Dusty og við erum ekki ennþá að sjá að Hyper er að ná að svara ykkur í þarna. 2-0 prediction hins og að fara í vaskinn hjá þig. Já, ég ætla ekki að minnast á það. Nei. Ég var löngu hættur að spá í því þegar það var 8-0, sko. Afskrifaðir það. En ég hef trú á mínum mönnum, þeir allavega eru strax búin að gera þennan leik meira virðulegan, en líka bara... Tvöfalt virðulegri í rauninni. Bókstaflega, já. En mér finnst þeir samt vera að spila, þú veist, þeir eru komnir inn í leikjaseríuna líka núna, sko. Þeir eru að minnstakosti að reyna, en þetta er líka ekki matthyggi þeirra, þannig að þeir kannski slá sér sjálf ekkert allt of mikið niður, en gera sitt besta og það besta er ekki að duga eins og er. Nei, líka svona tiltölulega kannski ódýr pikk þarna. Lappa bara í línurnar og reyna, en... Þetta er líka rándið þar sem þú þarft svolítið að reyna eitthvað sem... Já, þeir eru allir, þetta er bara svona, þetta faraðir akkurat bara svona individual, allir að reyna sikkur megin að gera eitthvað, þetta er ekkert endilega eitthvað coordinated keyrsla þarna hjá þeim. Drjóli hins vegar með gott skot á Peter í tvistinum og koma hins vegar tveir hérna, hann er með línuna, en nær hann að gera eitthvað með því. Pandas lappar í þetta. Nei! Þú veist tímasetningin. Hann spottar hann í kjölfarið held ég og þetta er eitt af þessum óheppnu, já. Þetta er samt ennþá Hyper er búin að vera að lenda rosalega mikið í þessu. Akkurat, þú veist. Við erum að tala um sko bara upp á bara hárlýslu. Þeir lendi í þessi Ancient, þeir eru bara tvisvar lendi í þessi Train, það sem að svona gæti gert munun á rondinu, en það er bara svona akkurat, sko. Munu slá sig sjálf með því að horfa á þetta aftur, en þetta er ekki eitthvað sem að... Kíró hins vegar með... Sér hann ekki þarna, kemur í baki Tony hins vegar með línuna á hann væntanlega núna. 8-2. Reynir að koma sér í fyssu og byrtu, sá ekki alveg. En já, 8-2, þetta var ákveðið. Nei. Hlægir hann bara aðeins af mér. Nú, það er verið að gera greina hárunu okkar núna, sko. Sameiginlega, það er gott að þú ert tekið niður með mér, sko. Ég er nú þegar lár. Ég vil meina að við getum alveg safnað í eitt góðan koll saman, sko. Nei, sko, málið er að ég er það sem kallað, skiluru, ég er með fullt af hári, ég bara raki þetta, skiluru. Ekki hafa áhyggjur af því, kannski. Ef ég rempist nógu mikið, ég er mikla hár, sko. Nei, ég fæ afró ef ég læti þetta Var ekki hérna Henry Cavill mýmið þarna þar sem að hann er að gera eitthvað sinn og það lítur út fyrir að hann bara vaksa hún skeggið þegar hann... Herru, þeir eru ekkert að klíra fimmuna hérna. Hann er bara með plantirinn, er að meiti viðbót, Dabbe, flott, Ninja Dog Knight 5. Stórt. Og líka þeir þurfa núna að gefa það sem þeir voru bara að ná. En Peter hins vegar í stöðu. Það gleymist alltaf að Dusty eru með miklu meira en bara eitt play í gangi einhvern veginn líka, sko. Já. Veist, það er alltaf þessi auka faktor. Hann ætlar ekki að labba í þetta, Pandas, yfir það ranna. En Drjóli kominn. Þetta er ekkert best til að vera kallað á strími, en ég meina, það er bara eins og það er. Hann heitir þetta bara. Hann stendur fyrir sínu. Nei, Peter kominn nálægt, næran og festið á lestinni, en held ég bara með lína á þetta. Hann hættir við! Hann er ekki með kit. En hann er með tíma. Það ekki? Jú. Alveg að gera eitthvað justice hérna. Jú. Næ, tími. Þetta... Hann fór af. En reyndar væntanlega þegar hann var ekki með kit. Ég held að hann var með kit. Ég er bara að fara á þessu kættinni. Ég myndi ekki segja að Hyper unni þetta round sjálfur. Hver vann það fyrir það? Ég myndi segja að Dusty hafi spilað, sko, við getum... Þeir hefðu náttúrulega átt að klíra fimmuna þetta. Ef þú farið ekkert kontakt þarna inni þá náttúrulega eiginlega getur þú gefið þér að í fimmunni, en... Mér fannst nefnilega, sko, ég veit ekki, kannski var þetta kannski bara okkar eða hérna, það sem að kallar spectator clientin eða hvað það er. Kannski sá hann ekkert í hann í smóknum eins og við gerðum, sko. Nei, en líka, þú veist, þú horfður á Ninja Dog hann í fimmunni, hann fyrir plantirinn á undan, hann fer í einhvern annan. Þú þarft eiginlega að fara í gaun nummer 2, fara plantirinn síðan, skilurðu? Viltu eiga plantinn niður?
Nei, málið að þú veist að planturinn að fara byrjaður, fyndu gæjan, dreftu planturinn og komdu þér í cover. Skilði. En í sama tíma, þú veist, þá lendir hann í að drepa planturinn fyrst, drepur hinn og þá náður að reakta náttúrulega til að treyta hann, sko. En aftur á móti næra hann tveimur, hann er ekki hvert yfir því neitt. Snói með annað no-scope eitthvað staðar á mappinu, er þetta stílinn? Hann er hérna nær örgulega Tony en í hlýðinu bara gefinn, Stabbi einn eftir. Yfir í AK-in, Hvað erum við, 16 í líf hérna. Þetta er unni ránd fyrir Hyper. Sýnist það, hann er inn í smóknum eins og er, sér hann? Já, flott. Herru, við erum komnir með mögulega leik. Snirtilegri leik og nú eru þeir að fara yfir í Attacker side. Já. Sko, Þetta er ekkert endilega helmingurinn fyrir Hyper hérna, sko. Þeir eru relatively CT-sætill lið. Já. Þeir eru sterkir í CT, eru ekkert endilega með kannski þetta raw firepower sem að þarf oft í TER. Nei. Þannig að núna fáum við bara að sjá hvort þeir eru með það sem þarf til að opna vörnina hjá Thirsty. Við sáum executin í Ancient vera það besta sem þið gerði. Þegar að koma að því að halda það var aðeins öðru í sig. Já. En við erum líka með mapp núna sem er, eins og þú segir, execute heavy. Ég meina, má ekki alveg segja það. Ekki alltaf execute heavy en eins og núna, þú veist, þetta er svo langir gangar að öll. Já, þú þarft alltaf að vera með góð util eða það er eiga góðan sensitivity, sko. En þú ert bara að lenda í three-way crossfire hérna á Ivy. Oh my god. Þú veist, þetta er bara leslið af þessu. Þeir eru allir Ivy megin og í rauninni ekkert vitlaust hvernig Thirsty spilar þetta. Þeir eru með uspinnar, long range og ef að þeir koma án þess að smóka stop sign eða hérna kóru, þá ertu bara með línurnar. Ef að þeir koma úti og ef þeir koma Ivy, crossfire, skilur við. Þannig að þetta var bara, já, bara flott frá Thirsty. Þetta bara, wow. Hvað gerur núna Hyper? Ég meina, ok, þeir fóru þarna með 2 síðustu rándin í CT-liðinni ásakið, en já, byrjar ekki vel hérna núna TER-side, en þeir eru líka fullt spar núna. Þeir hafa minnstakosti ránd í boði. Nei, en glokkur og 1.52 á bíðum þar. Og farma með, já, 600 kall per kill eða ekki rétt hjá mér. Þetta er... Nú setjum við pressu. Ég manna ekki. Ég held að það sé 400, 500, 600. Og 300 kall, sko, síðast er að ég taldi. Þú ert að spyrja gæjan sem að, þú veist, ég veit valla hvar má standa í þessu leik, sko, að það vera drepinn. Sko, ég spái bara, sko, ég kaupir alltaf bara digla, ég á ekki pening fyrir byssu, sko. Nei, ég er það nýkomin tilbaka, ég er ekki eins og bara að leggja vinnuna, ég veit hvað ég fæ mikið. Þeir eru líka alltaf að breyta, það er tildulega nýbúið að breyta economíinu og ég var ekki sá aldrei þörfuna á að þurfa að læra það mikið. Það var heldur samt bara eitthvað smáttir í sem var gert þarna. En vel gert eins og hjá Thirsty, þeir ætla bara að keyra close inn á MP9 og vita AK-arnir eru úti og eru búin að taka bara Breiðholti alveg. Peter er bara kominn alveg í T-spawn hérna. Wow, há? Keyrði bara upp hérna fjarkan, beint inn í Breiðholti, Dabbeitra með 2 fellur, 3 og 2 núna. Það er alltaf Ninja Dog og Suk, hann sér hann, 4 og 2. Eina sem að Thirsty hafa yfir núna er að þeir vita ekki að Hyper viti, þeir vita afsakið að Hyper veit ekki af þeim. Hún er að pússa það. En þeir vita ekki að þeir vita ekki að þeir vita ok. En hver veit það þá? Já. Nei, en þeir eru hins vegar núna bara að leita að leikmönnum hérna. Örugglega bara að fara að lappa í línu hérna eða hvað? Nei. Það er bara að koma sér saman hérna. Það er skárra. Hvar er bomban? Og hún er hérna fyrir utan Thirsty. Já, þannig er þeir að sækja hana. Þeir halda að Thirsty minn hafi verið með hana, getur það verið? Ég held það. Ég held þeir að við haldið það, eru bara að eyða tímanum. Hann var þarna fyrir löngu og þeir halda ennþá að hann sé að atast í það. Þeir hafa ekki tíma í þetta. Nei, gera það ekki, það er rétt. Þeir hafa ekki tíma, pressan er á þeim núna. Þetta var líka svo vel gert hjá Peter, hann fer, pushar, veit að bomban er þarna. Ég veit hann hefur ekkert endilega tíman til að halda því, en núna neðast til að hlaupa og eru bara alveg meðvitaður hvað það er. Tilbúin með spreytarinn tilbúið því að Peter er búinn að kóla það. 2 er á leiðinni til þín. Einu sem þú ætti að gera er að halda inni og ekki sprey eins og Ancient.
Nei, Peter gerði bara, var með mikið value í rándinu, nær pikkinu, nær AK-anu, bakkar bara, ekkert að halda bombunni, hefði hvort hann hafi vitað af henni yfir höfuð þannig sé, en aftur á móti þá eyðir Hyper heilli mínútu í að ná henni tilbaka. Já. Bara heil mínúta sem fer bara í þetta. Komur sér saman þarna og ég meina þá svo sem rétt í stuðun að vera 2-2 en já, það var til þess að komast að bombinni, ég meina þeir þóru bara ekki að sækja nút af því að Tony var búinn að gefa þeim óvissuna að hann væri þarna mögulega, eða Peter þess ekki. Síðan þetta bara gamble eftir að þú nærið bombunni, ég að fara að kera bíð og vona að séu þar, ég að fara að kera úti og kannski þeir búin að taka allt tilbaka eftir að við fórum í tvistin, sko. Þannig að endanum þetta sem bara 50-50 gamble en þú verður eiginlega að taka tvistin að því annars þarf það að hlaupa bíð og hlaupa bíð þá vita er nákvæmlega hvað það ert. Og báðir eru það nálægt og þeir heyra allt sem gerist. Algjörlega, ég meina Peter var bara komin í bakið. Jafnvel þótt þetta hefði verið 1-1 trade þarna á fjarkanum, þá hefði Peter örugglega verið komin áður en á það hefði náð plantinu niður. Hann hefði verið með óvissuna 100%. Rándi hefði alltaf fallið Dusty megin miðað við hvernig þetta leit út. Og já, þessi leikjasería lítur bara út fyrir að vera stefn í þá átt nema núna Hyper getur gert eitthvað svakalegt þegar þetta var alltaf ekki að kaupa allavega niður, þeir kaupa eitthvað, þannig að eitthvað liggur fyrir hjá þeim. Hvað er það? Spila þeir saman, þeir eru mjög dreifðir, við sjáum Snowy og Drjóla hérna mjög aftarlega og strax eru búin að missa stökk á fjarkanum, eða poppinu. Já, þetta lítur ill út núna fyrir Hyper. Það ekki góð peningur hérna, stefnir allt í 12-4. Keyrir hins vegar út, tvistinn, keyrir út rauða. Dabbi ekki að tengja. Dabbi 2-2. Nei, 1-2. Hann, já, Dabbi ekkert búinn að vera eitthvað mikið sjáanlegur í þessum leikjum. En mér finnst líka, honum til varnar ekkert búinn að þurfa. Nei, ég veit, en þú veist, 5-12 því samt að þú ert búinn að deyja frekar mikið. Oftar en ekki, þú ert í svona leik þar að vera að karja þig, þá ert ekki búinn að deyja svona oft, sko. Þú ert ekki með flestu death. Nei, hann búinn að deyja mjög oft og líka þetta, þú veist, hann í kóriðu með línu á 2 pistlur og hann held ég 25 skotum og náði ekki að klára 1 sko. Þannig að annarkvort bara, þú veist, þetta er það létt fyrir liðið að hann ekki með fókusin lengur. Svo ég meina, kannski það bara þannig að já, strákar, ég 10% hverri dag en allavega þeir á 20% hærra. Þetta svolítið þannig, þetta lið líka. Suma daga eru bara þú toppnum og næsta morgun það ég og þú ert með rosalega marga sem að geta tekið leiðin í eigin hendur. Algjörlega. Eiginlega bara svona flestir í þessu liði, sko. Og so far IGL sjálfur með Vappan Rafli búinn að vera mjög sterkur út alla seríuna, ennþá hár hérna 16 kills og svona silent kill myndi ég að segja. Þeir fá opna það. Það klýr ekki það hægri, handast með 2. 3-3 hérna, 2 að koma úr tenginu, Dabbi komir út hérna 5-una. Nær einum, Ninja Dog nær einum hins vegar, veit að Dabba líka, þeir vita hvort öðrum en það gerir Dabbi við þessu. Já, þetta er vel gert. Hyper heldur þessu lifandi. Ég held að þeir myndi ekki ná þessu rándi. Þetta var bara vel spila. Gott entry líka hjá Snowy, tekur Peter hérna early, keyra niður, panda sér nær 2 tilbaka en bara klára þetta vel. Þeir eru ekki búin að samfæra með allavega þeir geta unnið seríuna en þeir eru nú, já eins og segir, þeir allavega eru á réttri leið núna. Ég meina enn betur ef við horfum að peningin hjá Dusty. Ef þeir geta að minnstakosti strengja saman 2 rándum og þá eru þeir búin að senda Dusty í spá. Algjörlega. Þetta er alltaf aðeins að minnka bilið hérna og væri þetta mikilvægt ránd til að vinna. Þetta eru bara 7 ránd. Það er ekkert svo mikið í MR12 ég meina og hvað þá ef að þú sendir á þau spara áttu komið með 2 strax sko. Þannig að aldrei missa hausinn við sjáum að við séum Dusty, þeir mega... Upp með entry hérna, tekur Tony við lóa eftir einhvern molla þarna úti. Dabbi hins vegar í áhugaverðu stöðu, þeir eru búast ekki við honum. Dabbi nær einum, það er ekki 5, 4 að koma niður rauða hérna sýnist mér. Vita af allavega einum hérna úti. En þeir fara strax yfir að býja Dusty já, að spila bort í chess. Sko. Já, Dusty að búast við því að þeir vita að við erum báðir hérna, við ætlum að fara inn og grípa þá en Hyper hins vegar bara er alveg sama. Þeir ætla bara að mæta þig og ég respekta það. Ekkert að ofhugsa þetta, ég meina ef eitthvað, viltu ekki bara vita frekar af einu manni
frekar en að vita ekki af tömum. Jú, það er alveg spurning hvort þetta hafi akkurat verið þetta 4D chess eða hvort að Dusty hafi verið að ákveða bara að spara jafnvel, hvort það hafi ákveða að bakka inn til að eiga koltana fyrir næsta round, en sýnist ekki, Rafli er að keyra í þetta, þannig að jú, þeir voru að gambla að þetta hafi verið inni. Það var ekkert vitlaust gamble, þú veist, það hefði örugglega virkað í fleiri tilfellum heldur en ekki, sko. Já, allavega með hvernig þessu óheppnir Hyper eru búin að vera og ég meina Dusty eru bara búin að vera að lesa Hyper út alla seríuna. En þetta allavega búðar til, já, eitt round í viðbót og fyrsta skipti sem við strengja saman roundum nema Peter geti gert eitthvað undarlegasta 1v3 sem að hefur komið í ljós hér fyrir fram mig allavega en Ninja Dog segir nei, ekki í dag og þeir eru hálfnaðir allavega að, já. Peter líka með stórleiki hérna með 23 kill, hvort það er sem með 130 ATR held ég að við séð þarna. Hann er vel yfir 1 per round. Hann skilur sínu og meira. Skilur sínu og meira. Þeir kaupa ekki á Dusty núna, en það verður eitthvað play langar mig samt að segja. Og ég get alveg trúa eitthvað svona aggressíft eða eitthvað svolítið. Þeir eru allavega með flush, smoke og það er ekki bara út af engu. Þeir eru reynda búin að henda út núna. Nei, smoke í fyrstin. Áhugaverður Mollega þarna, hann lendir inn í fjarkanum. Lestir Mollega þarna fyrir framan. Keira út Ivy og trúlega hann er ekki tilbúin við þessu. Eða hvað? Nær tveimur, hvernig heyrir hann ekki í þeim? Og hvernig fær hann tvo? Þetta var fílahjörðin, sko. Að vísu, menn eru með leikinn háttir, greinar á sama tíma, hver veit, en bomban finnir, ok, þetta... Ekkert ólíklegur til að vera bara með MP3 í gangi, hlustandi á eitthvað Metallica-lag eða eitthvað, bara hæpa sig upp hérna, en... Staðan 12-6, retake hérna, 1 AK, 2 pislur. Snowy hins vegar að koma í bakið á Peter hérna, ætlar hann að hnífa hann? Nei, hún mátti ekki. Gerðu það. Já. Ég held mér að Tony er alveg sér er brosið á hann. Hann er svo líklegur til að leyfa honum að hnífa hann. Þú mátti ekki segja þetta. Ég er ekki eins að grínast að Tony getur verið algjör, sko. Þannig að hann er alveg líklegur til að leyfa honum að hnífa þig bara til að hlæja sjálfur. Hann er svona það sem að ég myndi kalla Já, þetta er skíturinn. Ég fíla þetta smörk. Peter gefur mér alltaf þetta smörk líka þegar hann er að taka... Mig grunar líka Tony er að nálgast hann á skorborti 20-11, hann svona, ef ég leyfi honum að deyja, þá kemst ég ofar, sko. Þetta er allt bara, þetta er skákjá þessi drengjum, sko. Þeir vita hvað þeir eru að gera. Þeir eru að keppa sinn eigin leik. En þeim er samt ekki vera of einbeittir að því að hægt og rólega þá eru Hyper að nálgast þeim. Þetta er að vísu fyrsta kaupið þeirra, almennilega kaupið þeirra í langan tíma hjá Dusty núna. En eru þeir ennþá á sama stað? Bara þegar kemur að í rytmanum, segjum það bara að... Sko, við erum að tala að Hyper er að ná þessum interim nú. Þeir eru að ná fyrsta miklu frekar samfærandi yfirleitt í síðustu rándunum allavega. Þannig að þetta lítur betur út og jafnvel hefði kannski verið aðeins öflugri leikur hefði byrjað þetta er nefnilega búin að vera bara fínn helmingur fyrir það að hinga til, tölvöld betri en CT helmingurinn væntanlega. Komnir allavega með 3 ránd hérna í Terrið það ekki, var þetta ekki 11-4 ránd á tímabilið? 11-4, nei 8-4. Já. Þannig að þeir eru búin að sigla inn 3 Terrið-rándum frekar snemma í þessum helming. Snowy aftur með endrið hérna á bíinu nær einum Peter hins vegar close hérna undir fjarkanum ætlar Snowy að hann lappar í hann en þeir eru að bakka þarna út Peter Peter er að fara Nei, það er einn af mætunum Sukk er hérna nær honum gott ránd hérna hjá Hyper Bólinn er svo góð staðsettur já, þetta er bara execute, þeir fá sætið það er ekkert mál en Nei, ég held að þeir bara seiðið hérna sko Já, það er bara rétt þegar velmetið hjá Dusty haldabissunum hérna Eiginlega, já Þegar þú er komin í 12-8 þá ert svona aðeins byrjað að þrengja að þér þá þarftu að seifa og byrja að vanda þig frekar mikið Þú mátt líka ekki gefa Hyper bara hérna satisfactioni að vera að reyna sko Nei, og því að þeir vita að þeir eru núna að stjórna þessu leik eins og vandamál er bara, þeir meiga ekki við einu einasta mistök af því að Dusty er búin að búa til svo sterkan leik strax ekki bara map point, þetta er match point líka Algjörlega, og við erum að sjá það að vera svona nokkuð yfirvegaðir Hyper hérna miða við hvað þetta er close leikur, þá eru þeir bara fara í þessu pick, taka þau saman á pick, Kratorun taka sætið, svo það er búin að vera mjög svipur ránd hérna síðustu 3 eða 4 sko. Ég ætla að vega treininu
Nær ekki, þau ná ekki að tengja þarna, en nálægt var þetta. Heilsast árin að lestin heitið í Já, þetta bara sælir þið hér, strákar. Blessar. Allir að taka miða í lestina og 12-8 og snúi ennþá á vappanum. Bankinn hins vegar ekki góður, sjá Dusty. Við erum að tala eiginlega bara engin peningur þarna eftir í heildina, ykkur 1850 buckaroo. Þannig að þetta mikilvægt ránd fyrir Dusty núna. Þeir verða að ná að tengja hérna, annars það að sjá eitt Ego inn í Neitug með á Pandas, treyti Peter, nær Kiro hins vegar. Sá ekki alveg hvar það var, jú væntanlega úr fjarkanum. Nei, bakka þarna, ætla ekki að hjóli í gegnum hennan Smoke. 3 úti, 1 í popdog, færa sig. Peter ennþá 1 á gólfinu og Peter náttúrulega mjög öflugur angur. Og þeir vita, við getum skilið Peter eftir að því hann eiginlega undantekningarlaus góður fyrir 2. Hann líka svo góður að sækja til komið til aðra stöðu upp á nýtt. Algjörlega. Nær hérna einum Akon komin í Tony bakkar, við erum að 3 á 3 hérna. Þeir ætla að hópa saman hérna í 8B-inu, keyra Peter til að taka móti, einn komin í bak, þeir eru meðvitaðir, þeir eru að halda honum. Það er einn að halda honum. Nei! Þessi tímasending svo góð og svo vel uppstilt. Þeir geta ekki plantað. Og Peter, hann velur þessi tímasendingur svo vel. Þetta segir að hverju Dusty eru bara á öðru leveli heldur en restin af liðunum í deildinni. Þeir eru með þetta hive mind. Já, þeir eru bara mjög meðvitaðir hvað mun virka hvenar, sko. Bara hópur af einhverjum smoke criminals þarna hjá Dusty og líka bara aftur Hyper að lenda í þessu. Hann er að koma, nei! Og þá kemur gæinn, nær einum, hrínur sóknin þarna og þetta er eiginlega bara grátlegt fyrir Hyper, þú veist, ég veit það. Ekki einu sinni alltaf í Smoke, þá líka bara þeir voru að halda angles. Maður að minnsta kosti tók alltaf eftir þessu hjá þeim, sko. Já. Kannski voru Dusty að lenda í þessu líka, ég veit það ekki, en ég meina, við sáum þetta bara svo oft Já, við vorkenum Dusty ekki neitt. Nei, ég meina, við sérðum þetta 2-0 léttur, 2-0 leikur fyrir þá og algjörlega. Það var ekkert sem að Hyper gátu gert þarna, en já, ég meina, þeir allavega pikka ekki einsend á móti Dusty, næst held ég. Nei, ég hefði viljað, þú veist, persónulega, ég náttúrulega þekki kannski ekki Hyper og veit ekki hvernig þeir eru búin að vera að prakka nýlega, en þeir eru mjög öflugt Inferno-lið og veit ekki hversu, þú veist, ég hef séð Dusty vera svona upp og niður í Inferno. Já. Og eins og móti sögu, nálægt, close-leikur, skilurðu, og þannig að vitandi það að þeir eru frábæri Inferno og sá það smá shake hérna á laninu, þá kannski hefði það verið mappið þeirra. Ancient er erfiðara. Ancient er líka pug-mapp og ég meina leikmennir eru líka puggara. Hvort sem að, þú veist, þeir fá bara svo mikið svigrúm til að vinna með í mappi eins og Ancient. Í Inferno er svigrúmið bara, það er bara þetta eru bara 2 litli gangar á miðjunni, 1 gangur á B-inu og það er ekkert svigrúm endilega fyrir Dusty að gera eitthvað svona fáránleg play. En á meðan í Ancient er það bara út allt. Þá er þetta bara game sense úper alles, skilur. Það bara skiptir öllu máli í mappi eins og Ancient. Getur eiginlega að spila bæði þennan Dusty leik og ég meina Hyper er að horfa á það að reyna að pikka Ancient með því að koma sér í betri svona pub. En það gleymist hvaðan allir þessi Dusty leikmenn eru. Þeir eru skjóta hart. En það hefði kannski ekki breytt endilega miklu máli. Við erum alltaf að tala þú veist, fyrsta síti á móti 8. síti, þú veist, þannig að maður getur þannig séð eitthvað að vera með eitthvað pælingar hvað hefði gengið betur og ekki, en kannski hefði það bara ekki breytt máli. Við erum ennþá að tala besta lið á landinu á móti 8. síti og þetta fer nokkurn veginn eins og þetta átt að fara. Þetta verður svipað og ég spáði, hvað segi ég ekki, 13-7, 13-4, þetta fór 13-8, 13-1. Þetta var svona þetta voru 5 ránda eitthvað svona diff á þessu, en Þú hæpaðir hérna Hyper, pun intended, en þú hæpaðir þá í Inferno áður en að við fórum aldrei þangað. En þú sagðir að þeir myndu spila sterkan leik í mappi eins og Inferno og hefðu kannski geta gert það. Hefðu kannski ekki pikkað Ancient til að byrja með. Flótaði kannski. Já, flótaði, en mappúli kannski bara það sem að var þeim svona.
Já, líklegast. Ég veit ekki, þú veist, að þetta ógeðslega erfitt þegar þú ert að veto á möpp og banna möpp að þú veist svona, hvað eru góðu möppin okkar, fattar við? En það er líka meira, þú veist, hvað eru lélegu möppin þeirra, þú veist, hvað eru þeir ótrúlega sterkir og hvað eru þeir lélegir. Þú þarfst svolítið að spila út frá því líka, en málið er bara Dusty bara með fullt af ógeðslega góðum möppum. Að þú veist, þeir eru búin að spila það lengi saman að þeir eru ekkit lélegir per se í neinu, en þeir eru ótrúlega góðir í ákveðnum. Þú veist, eins og Train til dæmis og þannig þeir eru líka góður í Ancient og þú veist, þannig að það eru, þú þarft svolítið bara að vita inn í styrkleikana þína og veikleikana þeirra og það er talað að þú ert bara jafn sterkur og veikast lekkurinn, skilur, og þá bara reynir að finna hvað þín góðum upp og finna hvað þeirra lélegast og reynir einhvern veginn að pinna inn á það, sko. Hvern myndirðu segja hafa verið MVP hjá Dusty, eða bara í seríunni en það er þá væntanlega Dusty? Örugglega Peter. Í overall örugglega Peter, Rafli í fyrsta mappinu, Peter í nummer 2 en líka aðalega bara því Peter var eiginlega, hvort hann hafi verið nálega því að toffraka í báðum uppunum. Rafli var bara með meira impact í fyrra. Rafli var toffrakar í held í fyrsta. Nei, býtu, ég getur ruglað. Það gæti hafa verið Peter toffrakar í fyrra og seinni, sko, en málið er að fröggin hans Peter voru komið svo snemma í rándunum, hann var ekkert endilega að taka eftir hversu mikil áhrif og líka þessi fyrstu kill eru yfirleitt mikilvægastu fröggin í leiknum upp á hvernig flæðið á leiknum er að fara. Akkurat, og maður sá það líka, þú veist að Peter er þá hægt að segja sig ástæðan fyrir að þeir enda á því að krassa hjá Hyper. Já, algjörlega, og þannig að, ég myndi örugglega gefa Peter þetta, hann var bara mjög flottur overall, en þá, ef við vorum að gefa þetta individual á möppum, þá Rafli 1, Peter 2. Þetta var milli Peter og Rafli hjá mér líka og ég ætla bara að taka undir að segja Peter eins og Húan segir líka, en Þú ert ekkert bæðist. Alls ekki bæðist. Sko. Ekkert bæðist. Ég er, Pistol Peter minn fan, en Peter er MVP-inn í kvöld. Algjörlega. Ég fekk þann heiður að spila mótunum núna fyrir stutt á lani og það var bara alltaf bleðilegt að spila mótunum. Þú veist, ég var vissulega ekki með mínu liði eða neitt þannig, en þú veist, það er eitthvað, hefur þessi músina sem er að spila með? Reyndar ekki. Þetta er svo dótabíl. Það vantar allt utan á hana. Þetta er bara svona eins og dótabíl, nema það er búið að taka bara allt af og þetta eru bara dekk og eitthvað, þetta er bara, ég hef aldrei séð annað eins. Þetta er bara án chassis. Já, ég horfði á þetta og ég bara, þetta er 30 skall og þetta er bara viktar, þú veist, hálft gramm eða eitthvað, skilur, þetta er bara loft á hendinni og ég hugsaði bara, já, þú getur ekkert án þessa mús. Þegar Peter getur ekkert án músina. Nei, vissulega er ég að grínast, en hann er náttúrulega frábær leikmaður og gamesenseið er bara geggjað og ég veit ekki hversu oft ég var drepinn bara off-angle fyrir aftan smoke eða gegnum einhverja hurðara þegar hann heyrði bara og hittir alltaf, leysverðar bara í gegn, sko. Og já, algjörlega, þannig að hann er mínum að þetta eru bara topp 3 leikmaður á Íslandi og búin að vera í frekar langan tíma, sko. Já, búin að vera langan tíma og hann, við erum að sjá hann aftur í næstu viku til að vita meira af Peter, en það er Dusty sem að taka leikinn í kvöld. Þannig að við ætlum að sigla þessu heim. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Takk Leo fyrir að vera með mér hér í kvöld. Ég vonast til að sjá þig aftur í næstu viku, setja undir pressu. Aldrei að vita. Aldrei að vita. En við, eins og ég segi, þökkum fyrir okkur kærlega í kvöld og til hamingju með sigurinn Dusty. Við sjáumst aftur í næstu viku í þá 5. umferð þar sem Tommi og Óli taka við ykkur á þriðjudaginn. Takk fyrir okkur.